Þá það Tim. Já. Og Þrumtún 8, umsókn deiliskipulagsbreytingar. Bæjarfulltrúi Sigurður Óli Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, 21. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 11. janúar 2017. Erindi dagsett 7. september 2016 þar sem Þröstur Sigurðsson fyrir hönd Margrétar Stefánsdóttur sækir breytingu á deiluskipulagi fyrir Þrumtún 8. Skipulagsnefnd heimilaði að tillagan að deiluskipulagsbreytingu yrði grenndarkynnt á fundi 12. október 2016. Erindi var grenndarkynnt frá 17. október með athugasemdafresti til 15. nóvember 2016. Ein athugasemd barst. Hjörvar Maronsson og Tinna Lóa Ómarsdóttir dagsett 15. nóvember 2016. Þau samþykki ekki fyrirhugaðan sólskála nema með því skilyrði að sólskálinn verði ekki yfir efri brún á glugga hússins þar sem fyrirhugaður sólskóli á að rísa. Skipulagsnefnd frestaði erindin á fundi 30. nóvember 2016. Skipulagsráð telur að hugmyndir að fyrirhugaðri viðbyggingu falli að innkominni athugasemd. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar. Bæjarfulltrúi Sigurður Óli Sigurðsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Friðbjörn Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég velti fyrir mig stundum þessum erindum sem að koma hérna inn. Nú erum við að fara að samþykkja viðbyggingu húsa sem eigandi vill byggja sólskála við og það kemur fyrir bæjarstjórn. Því að reglur bæjarstjórn og skipulagsmál held ég segi til það þegar deiliskipulagsbreytingar þá eigi það að koma fyrir bæjarstjórn og við samþykkjum deiliskipulagsbreytingar. Mér langar bara í framhaldi af þessu og þessari umræðu þá hvaða mál það sem að koma fyrir bæjarstjórn þegar við erum að tala deiliskipulagsbreytingar. Og við erum að samþykkja hér sólskála. Ég vil ekki gera lítið úr því máli, alls ekki. Og það getur farið fyrir brjóst á mörgum, þetta getur haft tilfinningarlegt gildi, en við erum með nefnd sem fer í gegnum þessu hluti og allt sé samkvæmt lögum og reglum. Svo koma önnur mál í skipulagsmálum. Þar langar mig að tala til dæmis og Austurbrú 2-8. Það sem verið að byggja hérna á Drottningarbrautarreitnum, það sem stútfullt af tilfinningarlegum gildum í því. Þar gert deiliskipulag eftir kynningu í janúar, þar sem íbúum var sýnt útlit hús sem átti að byggja þar og framkvæmdaraðilar þeir óska eftir deiliskipulagsbreytingum sem var samþykkt hérna í mars. Allt er góð með það. Svo gefið út framkvæmdarleyfi fyrir þessari byggingu. Hún þá öðruvísi heldur en kynnt var fyrir íbúum og fyrir skipulagsnefndina þeim tíma. Og það álitamál hvort að þarna hafi átt sér stað einhverjar deiliskipulagsbreytingar. Því í deiliskipulag fyrir svæðið segir að það skuli taka mið af núverandi húsamynd. Það mál ekki sett fyrir bæjarstjórn. En gríðarlega stórt mál og fyrst að bæjarstjórnin tökja ábyrgð á því hvernig hús við byggjum hérna. Það var köttað af öllum kvistum þar sem átti að setja hottkvista, 45 gráðu hotn, það var köttað af setna og setti flatir kvistar á allt húsið. Ég ekkert sem að bæjarbúar endilega viti það. Því á kynningunni, þegar kynningin kom, þá voru settir hottkvistar. Svo kom framkvæmdarleyfið og þá var bara að taka þetta allt af. Og þetta deiliskipulagsbreyting. Það kom ekki fyrir bæjarstjórn. Því það mat sumra að þetta skuli ekki verið deiliskipulagsbreyting. Annað, í framhaldi af þessu sem við erum að fara að samþykkja, það kannski kemur málinu ekki beint við, en hvað kemur fyrir bæjarstjórn og hvað kemur ekki fyrir bæjarstjórn. Hvernig verðum við útlitið á hótelinu sem við byggjum hana þá? Verður það svo í framhaldi og verður það ennþá meira skorið af? Við höfum ekkert með það að segja. Í skipulagsnefnd núna í vikunni að vera samþykkja niður á Nökkvasvæði töluvert stóra byggingu og áberandi byggingu.
þar hefur bæjarstjórnin ekkert mál að segja, það má byggja þarna hvað sem er. Þessa hluti þurfum við að fara að færa inn í bæjarstjórn líka, við ákveðum útlit bæjarins, við berum ábyrgð á útlit bæjarins. En að við skulum bera ábyrgð á því hvernig Sólskáli skulle vera byggður upp í við einbýlishúsi eða bílskúr sem þið settu ykkur starf bænum, án þess að gera lítið mál úr þeim málum, þá finnst mér það smámál með við svona mál. Og þessi mál verðum við að fara að taka með skipulegar hætti hérna inn í bæjarstjórn og vera óhræddur að tala þessi mál. Því stundum í skipulagsnefnd þegar verið að gefa framkvæmdaleyfi og þessu tilfelli byggingarleyfi, þá var ekki sinni eining það. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, biður um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er náttúrulega hefur þessi umræða varðandi hvað við erum að taka hér inn frá skipulagsráði hefur svo sem komið áður til umræðu og ég er alveg sammála bæjarfulltrúar Preben að manni finnst þetta svona spurning hversu stór og mikið mál við erum að taka hér inn og svona deiliskipulagsbreyting á einu Sólskála. Ég veit ekki af hverju hún kemur inn til sveitarstjórnar, en þess að í lögunum skipulagslögunum þá segir í raun að við gætum í raun verið með þetta með öðrum hætti vegna þess að það kemur fram að skipulagsnefnd hafi heimild til þess í raun að ganga frá deiliskipulagsmálum. Það sé hins vegar aftur á móti aðalskipulag og eins og segir hérna með leyfi forseta að þá segir hérna smátt letur á þessu, sveitarstjórn er heimild í samþykkt sveitarfélagsins að fela skipulagsnefnd eða öðrum aðilum innan stjórnsýslu sveitarfélagsins heimild til fullnaðarafgreiðslu mála samkvæmt lögum þessum, samanber 42. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011, svo sem afgreiðslu deiliskipulagsáætlana og útgáfu framkvæmda leyfa. Afgreiðsla á svæðis og aðalskipulagi er þó ávallt háð samþykki sveitarstjórnar. Þannig að í sjálfu sér væri möguleiki á því að hafa allt deiliskipulag fyrir utan bæjarstjórn sýnist mér og þessi umræða hefur svona komið fram áður. Ég hins vegar til alveg rétt það sem að bæjarfulltrúi talar að það séu ýmis mál sem verið að afgreiða hjá skipulagsnefnd sem ættu kannski heima hér inni og það í rauninni sjálfsvald sett hverjum bæjarfulltrúi að kalla eftir þeirri umræðu. Þannig að ég til dæmis að eins og bæjarfulltrúi vitna til að það eru stór mál sem að hans mati sem hefur verið afgreiðið skipulagsráði að það er sjálfsagt í rauninni og það er eitt af það sem við höfum tök á, það er að reyna að fá þessi mál inn í umræðu hér í bæjarstjórn. Þannig að þegar er verið að samþykkja þetta og Preben benti á það að þetta hefði ekki verið einingum innan skipulagsráðs að þó sem er sjálfsagt í raun að menn kalli þetta inn hér í umræðu og fái bara málið á dagskrá og getur tekið pólitíska umræðu með þetta og sín. Þannig að ég held að ég skora á bæjarfulltrúa Preben að hafa þetta í huga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið um orðið. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir svörin. Bæjarfulltrúi Guðmundur. Ég veit vel að eins og þessu tiltekna atriði og framkvæmdaleyfi þarna þá er á þessum tímapunkti var skipulagsnefnd, hún var fól skipulagsstjóra að gefa út framkvæmdaleyfið. Þar með var það mál búið, það var eiginlega ekki að stoppa það mikið meira og hann gaf út framkvæmdaleyfi. Í þessu tiltekna máli þá kom það aldrei fyrir bæjarstjórn og ég skoðaði hvort það ætti að koma fundargerðir skipulagsnefndar fyrir og sendi bæjarfulltrúa og forseta Matthíasi tölvupóst þann 16. janúar í framhaldi af þessum fundi. Þar sem ég óska eftir að fá að taka til máls undir þeim lið að fundargerðir skipulagsnefndar hafi verið lagðar fram, það kom ekki fram í fundargáttina að það yrði lagðar fram og ég spyr með leyfi forseta. Ég sé ekki á fundargáttinu fyrir fundin á morgun ef það verið lagðar fram þá er að tala um þessar fundargerðir. En óska eftir að taka til máls undir þeim lið ef það er á annað borð hægt. Það varðar
fundargerð skipulagsnefndar frá 11. maí, 7. lið, Austurbrú 2-4, umsókn byggingarleyfi. Svör mín sem ég fékk voru þau, það ekki vaninn að tala að taka til máls undir þessum lið. Máli var afgreitt. En annars, þetta mál ekki að taka með, þetta eitthvað sem við þurfum að laga og geta tekið upp. Og þess vegna byrju tilgangslegt að leggja þá fram þessar fundargerðir. Ef við getum ekki rætt þar eða bent á það. Kannski var ég seint þarna að koma að biðja það mál, en þær voru ekki komnar inn á fundargáttina að það skyldu vera teknar fyrir. Það voru samt teknar fyrir. Þá hvenær þá á seint og hvenær á snemma. Það bara þetta sem ég velta fyrir mig. Það til alveg, auðvitað á ég að vita að það að vera teknar fyrir áður. Og ég get alveg tekið það á mig eftir að biðja fyrir 3 dögum síðan. Ég veit hafa fundur á þessum tíma. En við erum náttúrulega fólk að að geta tala saman hlutin og laga aðeins til. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að blanda mér í þessa umræðu að því leytinu til. Mér finnst ástæða til þess að endurskoða aðeins hvernig hvaða mál raun og veru send til bæjarstjórnar frá skipulagsráði. Það yrði þá tekin umræða það og skoða hvort það sé ástæða til að taka mál eins og þetta inn í bæjarstjórn. Eftir því sem ég best veit þá gerðist þetta nú í kjölfar úrskurðar vegna breyting á samþykktum stjórn Akureyrar kaupstaðar á sínum tíma og snerist að einhverju leyti það hver hefði í raun og veru loka ákvörðunarvald breytingar eins og þessar, en það bara ágætt að fá skýringar á þessu þá aftur og gera þá breytingar í samræmi við það. Annað sem ég langar þá til að nefna í þessu sambandi, því að bæjarfulltrúi Preben kom nú hérna inn á það með fundargerðirnar. Það væri mjög æskilegt ef að við vissum það, hugsanlega á 50 degi, hvaða fundargerðir stendur til að taka fyrir á næsta bæjarstjórnarfundi. Það sé 50 degi fyrir næsta bæjarstjórnarfundi. Þannig að okkur gæfist á tækifæri til þess ef að ástæða þykir til að óska eftir umræðum einstök mál í viðkomandi fundargerðum eins og reglurnar samþykktirnar segja til. Ég geri mig grein fyrir því að það ekki ætlast til þess að við séum að ræða fundargerðirnar per se í bæjarstjórn, en ég held að þetta gæti verið eitthvað sem að mætti lagfæra í boðun fundan og legg til við virðulega forseta að það verði skoðað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kastið ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu frumtún 8 umsókn deiliskipulagsbreytingar. Þess að geta samþykkt aðeins að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.